Já, velkomin að Rauða borðinu á föstudagskvöldi. Það 19. júní, fallegt veður allavega hér í Reykjavík og 19. júní dagur þess við minnumst þess að í ár 105 ár liðin síðan samþykkt var að veita konum kosningarétt og kannski sem var ekki síður mikilvægt skref að veita eignalausum körlum kosningarétt. Ef það hefði ekki verið gert í leiðinni þá hefðu náttúrulega bara eignakonur fengið kosningarétt. Þannig að þarna langstærsta skrefið sem hafa stigið á síðustu öld að gera kosningarétt almennan sem hafði síðan í kjölfarið gríðarlega áhrif á samfélagið. Til þess að ræða lýðræðisvettvanginn, kosningarétt, kvenfrelsisbaráttu og kannski baráttu annarra kúgaðra hópa eru komnar að Rauða borðinu góðar konur. Það Margrét Valdimarsdóttir sem félagsfræðingur, lektor við Háskólann á Akureyri, eða ekki? Jú. Og Sólveig Anna Jónsdóttir, formaður Eflingar, og rétt ókomin Þuríður Harpa Sigurðardóttir sem formaður Öryrkjabandalagsins. En ég veit að þú ert sérfræðingur kúgun á afríkönskum Ameríkönum í Bandaríkjunum og einn hluti af þeirri kúgun Margrét, raunverulega að halda þeim frá kjörstöðum, að halda niðri virkni þeirra í kosningum. Kanntu að segja okkur eitthvað frá því hvernig þetta gert og hversu mikilvægt það fyrir þá kúgarana til þess að halda völdum að halda þessum hópi frá kjörstaðnum? Já, akkurat. Og þessum hópi, það að segja svörtum Bandaríkjamönnum, haldið frá kjörstöðum á margs konar hátt, en fyrst og fremst með réttarkerfinu. Það sem sagt með því að þeir sem, svo þetta mismunandi aðeins á milli fylkja, milli ríkja í Bandaríkjunum, en það samt svona eiginlega heilt yfir að ef þú ert á sakaskrá, að þú hefur einhvern tímann fengið dóm fyrir það sem þeir kalla felony eða svona aðeins eða alvarlegra brot, það að segja brot sem þá með refsingin gæti verið 1 ár í fangelsi eða lengur. Ef þú ert með það á þinni sakaskrá, þá missirðu algjörlega kosningarétt. Þú missir kosningarétt á meðan þú ert fangi, þú missir kosningarétt á meðan á reynslulaust og svo ef þú ert á skilorði í mörgum ríkjum líka. Og síðustu tölur sem ég sá, þá var þetta eitthvað 6,5 milljón Bandaríkjamanna sem gátu ekki kosið af þessari ástæðu. Og þetta er hátt hlutfall Bandaríkjamanna sem getur ekki kosið og það af hverju ég að nefna fanga og eða þá sem hafa sakaskrá í samhengi við svarta Bandaríkjamanna menn. Það auðvitað vegna þess að allt réttarkerfið mismunar svörtum sem eitthvað 13% þjóðarinnar, 13% þjóðarinnar, en eru yfir 40% fanga. Og það þeim mismunað svörtum Bandaríkjamönnum, brúnum Bandaríkjamönnum, líka Bandaríkjamönnum sem koma frá Suður-Ameríku, mismunað á svo margs konar hátt. Og ef við bara spáum til dæmis í hvernig þetta virkar með bail, sem hvað heitir nú, lausnarfé, væri það ekki rétta íslenska heitið, og hvernig þetta allt kerfið virkar hjá þeim, að svartir Bandaríkjamenn eða ekki hvítir Bandaríkjamenn eins og hefur verið talað svo mikið á síðustu 2 vikum, líklegri óháð hegðun til þess að vera stöðvaðir og handteknir af lögreglu, líklegri til þess að vera ákærðir fyrir brot og þegar það kemur bara að handtökunni sjálfri að þá verður maður líka að skoða
þrátt fyrir að einstaklingurinn, ef hann tekinn af lögreglu, hafi ekki gert neitt af sér, að ef að félags- og efnahagsstaðan sé bág, ef að viðkomandi í hættu til dæmis á að missa starfi sitt ef hann mætir ekki í vinnuna á ákveðnum tíma daginn eftir, að honum haldið þarna, og hefur ekki peninga til þess að borga þetta lausnarfé, sem ég held að sé rétta íslenska orðið yfir sem heitir bail, að þá hann í algjörlega fastur í þeirri stöðu að það betra fyrir hann að viðurkenna á sig afbrot, viðurkenna á sig brot sem viðkomandi hefur ekki framið, vegna þess að þá meiri líkur á því að viðkomandi fái að fara fyrr út, en það bara skammtímalaust fyrir einstaklinginn, vegna þess að þá hann kominn með brot á sína sakaskrá og á þá í meiri hættu á að vera handtekinn aftur og að vera ákærður aftur fyrir brot, vera sakfelldur og fá lengri dóm. Og þetta bara svona eitt dæmi hvernig svörtum mismunað í réttarkerfinu og ekki bara svörtum, fólki sem býr við bága félags- og efnahagsstöðu. Og þetta verður til þess að, eins og ég sagði, 6,5, eitthvað tæplega 7 milljónir í dag, Bandaríkjamanna hafa ekki kosningarétt. Vegna þess að... En ekki síðan mismunum líka fólkin í því að fólk þarf að skrá sig sem kjósendur og líka aðgengi raunverulega að kjörstöðum þegar kosningi fer fram, að hún getur verið bara ansi flókin og erfið að fólk þarf að standa í biðröðum klukkutímum saman. Já, yfir miðjan virkan dag þegar að margt fólk fær ekki að fara frá vinnu, því að það auðvitað ekki, það mjög mismunandi hvort að fólk hafi tök á því að fara frá vinnu. Jú, auðvitað, og svo kemur allt það líka, en það sem ég var að nefna áðan bara hvernig þessi réttarkerfi, hvernig það mismunar fólki sem býr við bága félags- og efnahagsstöðu og svörtum Bandaríkjamönnum, alveg sérstaklega, en svo við einmitt orkan, tíminn sem fer í það að kjósa, sem að það algjörlega skýrt að fólk sem í bágri stöðu hefur bara minna bæði af tíma og orku til þess að sinna því. Og þetta og aftur að réttarkerfinu, það hefur verið, þrátt fyrir að það hefur verið gerðar einhverjar smávægilegar breytingar í mörgum ríkjum sem hefur veitt fleirum kost á að kjósa svona á síðustu árum, að þá þetta samt erfitt vegna svona menningarinnar í Bandaríkjunum að líta á að þegar þú hafi framið afbrot, þá ertu búin að afsala þínum réttindum sem borgari og það eru fáir sem eru tilbúnir að berjast fyrir breytingum þarna. Sólveig, þú varst lengi, þú bjóst í Bandaríkjunum tíma. Bandaríkjunum með þessar lýsingar og sem eins og sem vitum að Bandaríkjunum eiginlega stjórnað með kerfi sem að bælir niður lýðræðið, sem heldur niður lýðræðslegri þátttöku hinna lagarsettu, innflytjendur, stórir hópar inn í Bandaríkjunum sem ekki fá borgaraleg réttindi, líklega stóru leyti til þess að þeir geti ekki kosið. Margrét hefur bent á því hvernig réttarkerfið notað raunverulega til þess að svipta ákveðna hópa kosningarétti. Það alls konar tregða við að skrá sig sem kjósendur og að kjósa síðan á kjörstað. Þannig að það svona á mörkunum að það sé hægt að líta á Bandaríkin sem lýðræðisríki. Já, Bandaríkin náttúrulega ótrúlegur staður og eftir ég var búin að búa í nokkur ár fór svona að hugsa það á eitthvað svona djúpan hátt, þá bara gat ég ekki hætt að undra mig á því hversu til dæmis hægrimenn á Íslandi, Sjálfstæðisflokkurinn,
hafa svona hampað þessu landi og svo auðvitað bara allir aðrir sem einhverjum útveri lýðræðis, mannréttinda og svo framvegis vegna þess að eins og hér hefur verið lýst á staðreyndin auðvitað svo að ekki aðeins ríkir bara brjálæðisleg og skelfileg stéttaskipting sem auðvitað gerir það að verkum að marginalisert fólk, fátækt fólk getur ekki með auðveldum hætti nýtt svona bara grundvallar lýðræðisréttindi eins og það að taka þátt í kosningum, heldur það líka þessi hræðilegi kerfisbundni rasismi sem að gera svo hlutina ennþá erfiðari og brjálæðislegri og svo náttúrulega öll þessi svona atriði sem að blandast svo bara saman í eina svona risastóra kúandi eitthvað svona risastórt kúandi grjót eins og Malcolm X sagði, þú veist, við lentum ekki á Plymouth Rock, hann lenti á okkur og þannig bara það. Það bara besta og réttasta lýsingin á þessu ástandi. Fólk bara einhvern veginn grafið undan einhverju skriðu af kúun og bara það að nýta sér kosningaréttin of flókið og of erfitt. Þetta til dæmis að það sé kosið í miðri viku, að þú þurfir að standa í löngum biðröðum, að þú þurfir að hafa gengið í gegnum ferlið að skrá þig sem kjósandi og svo framvegis bara manneskja sem hefur gegnt einhvers konar verkamannastarfi, jafnvel hér á Íslandi, veit að það ekkert grín að komast burt frá vinnu, hvað þá fyrir fólk sem er á botni hierarkíunnar í jafnkúgandi samfélagi á Bandaríkjunum. Þú segir ekkert við vinnuveitandann, ég þarf aðeins að fá frí í, þú veist, x marga klukkutíma til að fara og kjósa. Þannig að þetta náttúrulega bara ótrúleg staða en við getum þó í það minnsta bæði við hér og vonandi bara sem flestir fagna því sem á sér stað núna, þessari svona mögnuðu og ótrúlegu upprisu og við hljótum bara öll að vona að hún haldi bara áfram og verði bara meira militant og meira svona markviss og fólk bara virkilega nái raunverulegum árangri. Ég bjó í Minnesota þar sem að þessi hræðilegi atburður átti sér stað, þar sem að þessi vesalings maður var myrtur á þennan skelfilega og óbærilega hátt og þetta fylki að mörgu leyti ótrúlega góður staður. En hann það, ef þú ert hvít manneskja, sérstaklega ef þú ert hvít norræn manneskja, þá gengur bara inn í eitthvað svona fyrirfram tilbúið forréttindakerfi og þú þarft aldrei að pæla neitt í því. Og ég var líka bara ótrúlega ung og vitlaus og áttaði mig ekki á þessu fyrr en ég var búin að vera í smá tíma. Hvað einmitt það að ég var hvít, ljós yfirlitum frá norrænu landi, bara hvernig það einhvern veginn gerði að verkum að mér og börnunum mínum og manninn minn var tekið svona ótrúlega vel. Og svo einmitt þegar ég fór svona að hugsa þessa hluti og pæla í þeim, þá auðvitað bara áttaði mig á því að þetta fylki eitt hið mest segregated fylki í Bandaríkjunum. Þetta bara mjög grimmur og grófur aðskilnaður á milli svartra og hvítra. Þú veist, það er lítið af blöndun í hverfum, það er lítið af blöndun í skólakerfum, það hefur verið farið í þessar lausnir að vera svona bössa fólk börn á milli, sko. Það er náttúrulega eins og allir auðvitað bara hljóta að skilja mjög brjálæðisleg lausn vegna þess að barnið þá ekki í skóla í sínu nær umhverfi heldur fer inn í eitthvað forréttindahverfi, dvelur þar í einhverja klukkutíma og fer svo aftur í örbreiðina heim hjá sér. Og þú veist, þegar maður fer svona bara að hugsa þessa hluti og tengja saman, þá segi ég bara að manneskja sem að sér ekki kúgunina og hryllingin bara manneskja með verulega skerta siðferðiskennd eða manneskja sem þá bara að lýsa því yfir að hún sé bara fáfróður bjáni og það bara staðreyndin að mínu mati. Margrét, núna uppsótt mótmæli víða Bandaríkin, sér ekki brendan á því, hefur kröfur Black Lives Matter hefur svona meiri hljómgrunn núna meðan hvítra til dæmis, það bent á það að í mótmælum og fleira svona breiðari samstæða. Kröfur hópsins, þær hafa ekkert svo mikið snúist að kosningakerfinu eða því sem við erum að ræða hér. Það vegna þess að fólk hefur ekki trú á pólitíkinni, að það geti leitt breytinga eða hvað? Já,
Já, kannski minna traust til stjórnmála og kerfisins í heild lýðræðisins ástæðan fyrir því. Ég hef ekki heyrt neinar kröfur breytingar þar núna í þessu. Kannski ástæðan að svona mótmælendur og athyglin að halda fókus á eitthvað ákveðið og en það sem þetta gott við mótmæli núna og þetta sé að fá þessa svakalega athygli og ekki og svona víðar en bara í Bandaríkjunum sjálfum og að þessi krafa að draga á fjárveitingu til lögreglunnar eða defund the police að þrátt fyrir að ég hafi enga trú á því að það verða einhverju veruleika í Bandaríkjunum. Þetta svo mikið lög og regla þjóð. Ekki í náinni framtíð, það getur verið að komi í... Já, það getur verið að komi, En það sem gott við þessa kröfu einmitt að benda á að það þurfi að auka fjárveitingar til annarra heilbrigðisstarfsfólks, sérstaklega geðheilbrigðisstarfsfólks. Að auka til dæmis fjárveitingar til menntakerfisins dragi úr afbrotum, þar að segja við þurfum færri lögregluþjóna ef við styrkjum menntakerfi. Við þurfum færri lögregluþjóna ef við styrkjum heilbrigðiskerfi. Þessi umræða held ég að sé það jákvæða núna, en svo til lengri tíma getur orðið einhver möguleg breyting. En ég ekki bjartsýn, bara mín svona bæði það sem ég lesið og lifað þarna í þessu landi að þá það svo rosalega sterkt í Ameríkunum að þessi lög og regla og lögreglan og svona einhvern veginn næstu jafn sterkt og þessi hugmynd hver í sinna gæfu smiður sem maður finnur svo sterkt í menningunni þegar maður býr þarna, sem alveg líka auðvitað hluta Íslendingum, svona þessi, þú veist að fólk sem gengur vel, það sem gengur vel að því að duglegt og þeir sem búa við fátækt, þeir þurfa bara að vera aðeins duglegri, en þessi hugmynd svo sterk í Bandaríkjunum. En er það ekki meðal annars út af að hluti Bandaríkjanna, svarti Bandaríkjanna, eru raunverulega svona eins og ég veit ekki, hertekinn þjóð, það var lögreglan til að halda aga á henni og það bara valdið lítur þannig á að það þurfi bara harða reglu og fylgja því eftir. Alveg hreint og þessi hugmynd að svona hvítu millistéttarfólki í Bandaríkjunum stafi af fátæku svörtu fólki sérstaklega, það auðvitað valdhafar hafa hag af því að fólk kaupið þessa hugmynd og þess vegna þú veist að bara einhvern veginn að orðræðugreina ræður forsetaframbjóðenda og bara áhrifa valdhafa í Bandaríkjunum þetta svo stórt og fólk trúir þessu einhvern veginn bara í svo rosalega mikil trú á þessa hugmynd að það þurfi einhvern veginn að þetta sé til þess að halda öllu svona þannig að ef lögregluþjónum fækki eða lögregluþjónar missi vopnin sín eða einhvern veginn þá fari allt til þess. Og þetta var hluti af þriðju leiðinni, Clinton og Blair, þeir sögðust vera tough on crime, sem að í Bandaríkjunum þýðir það raunverulega að þú ætlir að halda svartamanninu niðri. Það þýðir bara það og náttúrulega Bill Clinton, hann setti þarna regluna þriðja brot væri ævilangt fangelsi. Hann fór lengra í því að brjóta niður félagslega kerfið heldur en Reagan hafði gert með því að fólk þurfti að sanna að það ætti rétt á mótum eða það ætti það skilið að það væri ekki glæpamenn til þess að geta fengið félagslega bætur. Þannig að sömuleiðis þá gekk vinstrið svona í kringum 1990 upp úr því algjörlega inn á þessa kúgunarstefnu hægrisins, skafst upp fyrir henni. Og gekk í til liðsfélaganna. Þetta náttúrulega, þetta svona trajektori bara mjög bara ótrúlegt að svona velta þið fyrir svo að sjá það og svo verði ég bara að fá að segja kannski
svona sem part af þessu samtali til dæmis það hvers vegna svona krafan einhvern veginn svona úrbætur í kosningakerfinu sem sannarlega auðvitað mjög mikilvæg krafa og verður að eiga sér stað. Hvers vegna sú krafa kannski ekki ofarlega núna náttúrulega sú að árið 2020 þá held ég að ungt fólk í Bandaríkjunum, ungt svart fólk og ungt svona marginalisert fólk og ungt fólk af af svona verka og láglauna stéttum, það horfir náttúrulega bara á það sem gerst hefur einmitt á síðustu árum og áratugum og það horfir á það að taka þátt í einhverju svona lýðræðislegum kosningum og sér að þar náttúrulega engar lausnir að finna. Auðvitað hefur eitthvað af þessu fólki væntanlega bundið mikla vonir við það að Bernie Sanders og þá mögulega Alexandria Ocasio-Cortez gætu hlotið tilnefningu og tekið einhvern veginn þennan slag á næsta stað, en ég meina Barack Obama var forseti og fólk náttúrulega batt stórkostlegar vonir við hann og ég skil það svo ótrúlega vel að svartir Bandaríkjamenn hafi bundið miklar vonir við það og ég gerði það sjálf. Ég stóð í 5 klukkutíma röð til þess að vera viðstödd atburðinn þar sem hann tók tilnefningu Demókrataflokksins, ekki vegna þess að ég tryði því að einhvern veginn allt yrði gott, heldur vegna þess að mér fannst þetta einhver að síður svo stórkostlega merkileg stund í bandarískri sögu og hún var mjög þetta var mjög svona tilfinningaþrungin stund og að vera í þessari röð, þessari 5 klukkutíma löngu röð með börnunum mínum, þar sem að bókstaflega þú sást sko allar tegundir af manneskju sem að til eru undir þessum himni sem við deilum saman. Þetta var ótrúlegt og svo bara gerist það að það sem að fólk að vona að eigi sér stað bara á sér ekki stað. Og ef þið hefði horft á myndina eftir Michael Moore, Fahrenheit 11/9, þar sem hann gerir upp svona aðdragandann að því að Donald Trump kosinn forseti meðal annars, þá senan þar sem að Barack Obama kemur til Flint í Michigan, eins og bara hræðilegast, þar sem ég hef bara nokkru sinni séð. Hún satt best að segja óbærileg, þar sem hann kemur og fólkið sem hefur þurft að þola það, þessi búið að eitra drykkjarvatnið þeirra, þessi búið að eitra fyrir þeim og börnunum þeirra, bíður eftir honum sem bjargvætti og hann kemur, drekkur vatn, gerir lítið úr öllu og þau algjörlega buguð og brotin þegar hann fer. Og það, því ég horfði á þessa sinn, þá hugsaði ég mig, þetta einhver svona hápunktur, eitthvað svona þessar svona con artistry sem að stjórnmál nýfrjálshyggjunnar eru. Ekki einu svona þessari stundu hægt einhvern veginn að láta einhvern sannleika eða eitthvað réttlæti koma í gegn. Þannig að auðvitað þarf einhver kraftur að snúast það að fólk geti nýtt sinn lýðræðislega rétt, en á þessari stundu held ég að tíma fólks sé betur varið það að berjast fyrir öðrum hlutum, fyrir því að auðvitað fá að lifa frjálslynt undan því að vera myrt af geðsjúkum og glæpa sinnuðum sadistum, en svo líka fyrir því að fá bara að njóta efnahagslegs lýðræðis og réttlætis sem á endanum hlýtur auðvitað vera það mikilvægasta í hverju samfélagi. Og áður en ég lengra, má ég samt segja, ég verð að biðjast afsökunar á því að hafa sagt geðsjúkum, bara leið og ég sagði það þá sá ég hræðilega eftir því og tek það strax tilbaka. Ok, en hægt að breyta þessu nema að breyta stjórnvöldum? Ég sko þarf ekki svona krafturinn einhvern veginn að verða til hjá hinum kúðu og jaðarsettu að þeir sjálfir og þau sjálf og við sjálf búum okkur til okkar eigin hreyfingu, okkar eigin stjórnmálaafl sem að raunverulega berst þá fyrir okkar málum sem að við sjálf knýjum áfram. Og auðvitað gott að kjósa, en þú þarft þó að hafa eitthvað til þess að kjósa, sem ekki bara þessi svona gamla einhvern veginn mýta, þú verður að nýta kosningaréttinn því að annars, ég alveg upp í þessu, þú verður að mæta og kjósa því annars fær Sjálfstæðisflokkurinn atkvæðið þitt, en við verðum auðvitað að hafa eitthvað meira en það, þú veist, til þess að móbilisera fólk, til þess að móbilisera ungt fólk. Ég get ekki sagt við börnum mín, þú verður að fara að kjósa út af því að Bjarni Ben svo mikið svín. Ég verður að bjóða þeim einhverja stærri og betri og merkilegri sýn til þess að þau raunverulega trúi því að það hafi einhver áhrif. Held ég í það minnsta. Annars myndirðu hvetja börnin til að kjósa Biden af því að hann væri skárri Trump. Já, við skulum ekki tala það, Jesús.
Heyrðu, Þuríður Harpa, velkomin til okkar. Ég ætla að nota tækifærið og skipta bara yfir í svona íslenska sögu. Því að við sitjum hérna á 19. júní og það er 105 ár síðan að samtidig var að konur fengju að kjósa og eignalausir karlar. Fólk sem er þá eldri en 40 átti að trappa það síðan niður hægt og rólega í 25 ára aldurinn en dönsk yfirvöld fannst það vera ómannúð eða brot gegn mannréttindum fólks og það var snögglega fært niður í 25 ár. Síðan má velta fyrir sig, það tók 30 ára að berjast fyrir kosningarétti kvenna. Ég veit ekki hversu stór hluti af þeirri baráttu var það að eignalausir karlar fengu að kjósa. En síðan liðu ekkert svo mörg ár síðan þangað til að kona fór á þing, en það leið mörg ár þangað til að kona var kosin, eða var valin sem ráðherra. Það var mjög langur tími þá til að kona var hæstaréttardómari. Og það að konur fengju að kjósa var ekki kannski svona sá vendipunktur sem að reiknað hefði mátt með. Og það lætur mann hugsa svolítið það að það eru kúgaðir hópar sem að lifa inn í svona stjórnmálaumhverfinu sem að við búum við, sem að kannski þó svo þeim megi kjósa, þá hafa þeir ekki raunverulegt svona aðgengi af þeim. Ég veit ekki hvort ég að spyrja þig að þessu, hvort að þú upplifir það með þína félaga í Öryrkjabandalaginu, hvort að þeir séu að móta samfélagið með atkvæðisrétti sínum eða hvort að þeim sem kannski boðið upp á að velja á milli fólks sem að kannski er á vegum einhver annara. Þá ertu kannski að koma að því sem að Sólveig Anna sagði áðan að það er ekki nóg að hafa kosningarétt ef þú hefur ekki til að kjósa. Ertu ekki að meina það þá? Og valmöguleikarnir eru kannski ekki fýsilegir. En ég vildi svona byrja á að minna á að bara að því að þetta er 19. júní og við erum að tala um kosningarétt og kosningarétt kvenna og 2015 var þetta 100 ára afmæli kosningarétt kvenna en auðvitað var þannig að fatlaðar konur nutu ekki þess og eiga ekki 100 ára kosningarétt og hafa sumar hverjir eiga í dag hafa ekki aðgengi ennþá inn í kjörklefa, bara því sé haldið til haga og ég held að til þess var þetta þroskahamlað fólk eða fólk sem er með einhverja geðræna bresti að það á til dæmis líka það geti nýtt sér kosningarétt sinn. Það er ekki endilega valmöguleiki. En varðandi þá hitt sem það kemur að, nei, þetta er alveg rétt og þetta getur verið vandasamt fyrir okkur að við erum að reyna auðvitað að reyna að kjósa yfir okkur þá stjórn sem að við kannski teljum að muni mögulega aðstoða okkur í okkar baráttu. Og við erum auðvitað öryrkjar, fatlað fólk sem eru mjög jaðarsett og mjög út af kantinum og við höfum ekki mikinn hljómgrunn, við fáum brauðmólana þegar það er að koma að kosningum, þá sjáum við það hvernig menn farast að og þá eru alltaf við notuð til þess að svona sýna hvað þeir eru góðir. Og síðan alltaf glepjumst við inn á kannski hugsanlega að velja okkur eða að kjósa þann aðila sem hefur ötullegast verið málsvari á sínum kosningavetri eða í svona kosningabaráttu fyrir málum fatlaðs fólks og verðum svo iðulega fyrir gríðarlegum vonbrigðum þegar að loforðin og allur þessi baráttu móður sem maður var upplifið fyrir kosningar að hann hverfur ofboðslega fljótt og lítið verður efndir. Þannig að nei, við höfum lítið valmöguleika og það er ekki margir inn á þingi sem að og engin eða ekki margir í stjórn sem að við sáum að sé raunverulega að reyna að lyfta okkar hópi og við erum svo sannarlega okkur er svo sannarlega mismuna í þessu samfélagi og að því að vera að tala um baráttu svarta, við getum kannski ekki sett samansmerki á milli baráttu fatlaðs fólks og baráttu svarts fólks en við getum samt samsama okkur baráttu þar sem að við erum stöðugt að benda á óréttlætið og mismununa að samfélaginu og en þú veist, það er að sama grunni má segja. Þannig að
við upplifum það að vera algjörlega sett út á kantinn nema þegar að stjórnvöldum hentar að reyna að ætla að hampa sjálfum sér. En þess á milli þá eigum við bara helst að sækja til þeirra aldrei með réttindi í huga, heldur alltaf að biðja ölmus og reyna að fá þau til að gefa okkur smá réttindi, smá hækkun og örorkulífeyri, bara eitthvað þannig að við getum hugsanlega að lifa af. En annars megum við bara vera einhvers staðar þar sem þau sjá okkur ekki. Eins og þið séu þess að hópur sem að hefur ekki völd, heldur eiginlega háður því að þeir sem hafi völd veit ykkur eitthvað. Þið er ekki raunverulega hluti af samfélaginu, heldur þið hluti af samfélaginu sem svona mengi inn í samfélaginu. Það er ekki alveg með í samfélaginu. Nei, það er hægt að nýta okkur þegar það kemur að svona kosningum, þá er hægt að nýta okkur, en til dæmis varðandi það að við höfum okkur réttindi eins og það geta samið okkar framfærslu eða samið svona lágmarks framfærslu að við getum borgað, haft mat og heimili og í okkur á, að það er í raun og veru ekkert sem að engir hnútar eða ekkert sem að ríkið verður að stíga inn og semja við okkur. Þeir hafa aldrei það er ekki svo við tökum upp samninga á ákveðnum árabili. Það er bara ekki, við erum algjörlega undir stjórnvaldsett að við séum góð, rífum ekki kjaft og séum ekki til leiðinda. Ef við erum ekki þægilegt, að þá fáum við ekki áheyrn, þá er ekki águlusta og þá fáum við ekki einu sinni brauðmólana. Þannig að þetta er bara svona kúgun sem ég upplifi. 1915, ári síðar, þá var Alþýðusambandið stofnað og þar með Alþýðuflokkurinn. Þannig að það má sjá strax merki þess að svona alþýðan er að koma til leiks í stjórnmálunum. Framsóknarflokkurinn var stofnaður seinna sama ár. Síðan kom kvennaframboð, konur náðu inn í bæjarstjórn Reykjavíkur og inn á þing og Hafnarfjarðar. En síðan eiginlega fjara konurnar aftur út úr stjórnmálunum. En alþýðustjórnmálin raunverulega breyta pólitíkinu á Íslandi, borgarastéttarstjórnmálin sem voru til áður, að þau eiginlega bara leysast upp og borgarastéttin næri ekki aftur svona innkomu inn í stjórnmál fyrir með stofnun Sjálfstæðisflokksins sem er eiginlega svona endurskipulagning borgarastéttinnar í stjórnmálunum sem hafði verið breytt. Þannig að aukin kosningaréttur þarna hafði gríðarlega áhrif í stjórnmál allavega karlana, en konurnar koma og svo fara þeir einhvern veginn svona tilbaka. Síðan að þetta gerist, að þá hafa verið litlar breytingar á hverjir hafa kosningarétt. Það var lækkað úr 25 ári niður í 21, 34, niður í 20 ár 1978 og niður í 18 ár 1984 og þar með upptalið. Síðan hefur margt breyst á Íslandi, til dæmis er núna stór hópur innflytjenda sem að borgar hér skatta en hefur ekki kosningarétt. Og þetta er 50.000 manns sem að borga skatta til samfélagsins en fær ekki að kjósa nema geta kosið í sveitarstjórnum með minnir það sem þau hafa haft fasta búsetu í sama sveitarfélaginu í 5 ár. Þið hafið eiginlega talað svolítið þannig að það að fá að kjósa breyti kannski tiltölulega litlu og það sé kannski ekki krafan. En mig langar til að spyrja því, er komið tími til þess að reyna að endurnýja þetta lýðræðiskerfi með aukinni auknum kosningarétti til dæmis til innflytjenda eða til barna? Hvað segir þú það, Margrét? Já, einmitt. Með innflytjenda, ég skil hvað þið meinið þegar þið segið að það er ekki til neins að kjósa en það er ekki neitt að kjósa, og þess vegna er krafan ekki þannig í Bandaríkjunum núna, en ég held að ef það eru gerðar breytingar á réttindum innflytjenda eða erlendra ríkisborgara sem búa á Íslandi, búa og starfa á Íslandi, að mögulega gætu orðið einhvers konar breytingar. Ég er kannski of bjartsýn, ég veit það ekki.
En ég held að það sé ekkert vitlaust og ég held að það sé eitthvað sem væri áhugavert að ræða frekar. Ég hef ekki mikið spáð í því fyrir núna, en ég held að ég held að þetta sé áhugavert samtal. En hvað varðar börn, þá það annað sem að það svona, þetta hljómar við fyrstu. Ég veit ekki hvað átt við þegar þú segir börn, Ég svo skrítið, ég vil að öll börn fái kosningarétt, en þið viljum tala svona niður í 16 ára og 15 ára og 12 ára þegar þið hætta hvað þið viljið. Það má líka líta á þetta sem bara fæðingarétt að maður megi kjósa og svo bara fara foreldrarnir með atkvæði manns eins og þið fara með eignir manns, þangað til að maður verður fjárræði eða kosningaræði eða ég veit ekki hvernig ég vil hafa þetta. Þetta hugmynd, svo ég segi þetta með börnin, þetta hugmynd sem ég hef veitt stjórnmálaprófessor í Cambridge sem heldur svo fram, sem heitir David Runciman, held ég hann heiti, og hans hugmynd meðal annars þú, að því að hann áttast sig eða hefur fjallað þessa lýðræðissprengingu sem verður snemma á 20. öldinni og hann segir sig svo að þarna hafi stjórnmáli verið neytt til þess að horfa til alþjóðund, til almennings. Og það breytti stjórnmálum, það breytti hvað var verið að fjalla inn í ríkisstjórnunum áður en að almenningu hafa kosningarétt og eftir það náttúrulega allt annars mál sem verið að fjalla og síðan segir hann, en síðan náttúrulega næri elítan og auðvaldi svolítið tökum á þessu og það hefur nú verið minnst Obama, Cornel West sagði hann að fyrir kosningar þá sneri hann sér að almenningi og gerði út á vonir hans og væntingar. Eftir kosningar þá sneri hann sér að sínu raunverulega kjördæmi sem Wall Street og þjónaði því. Þannig að David Runciman segir að elítan hefur svona náð að eiga við lýðræðiskerfið eins og það. Þannig að bara með því að fjölga kjósendum að þá svona hristum við aðeins upp í stjórnmálunum og neyðum kannski til þess að ávarpa barnafjölskyldur sem hópur sem sannarlega hefur skiptið minna máli í stjórnmálunum dagsins í dag heldur en þegar ég var barn. Það miklu síður verið að ávarpa barnafjölskyldur. Þannig að hugmyndir með að nefna börn þarna með innflytjendum svona sambland af þessu öllu. Já. Það getur þá verið mjög áhugavert að eiga það bara mjög mörg börn, þannig myndir ná einhverju valdi, Nei. Hvað segirðu, Margrét? Já, einmitt, þetta áhugavert, ég verð að viðurkenna, ég að heyra, allavega börn í þessu samhengi svona í fyrsta skipti, en ég hef ekki spáð í því, en mér stendur í huga, það er auðvitað samt að maður, ég hef til dæmis skoðað bara hvort að kosningahegðun erfist. Og hef séð það að hún erfist meira hjá hægri sinnuðu fólki. Það er að segja ungt fólk á Íslandi sem á foreldra sem hefur alltaf kosið Sjálfstæðisflokkinn líklegra til þess að gera það. Ungt fólk á Íslandi sem á foreldra sem hefur kosið til vinstri líklegra til þess að ekki endilega kjósa sama flokk foreldra sínum. Mér finnst það áhugavert að þetta svona einhverjar, ég held að þetta sé ekki bara hugmyndir, þetta svona einhverjar kosningahegðun sem erfist. En mér finnst þetta þessi punktur að það sé þá verið að tala til barnafjölskyldna, að fólk með mörg börn eigi að hafa meira vægi, mér finnst hún góð. Sólveig Anna, þú ert formaður Eflingar. Þar helmingur félagsmanna af erlendu bergi og ekki íslenski ríkisborgarar. Þannig helmingurinn af félagsmönnum þínum getur þess ekki kosið forseta núna seinna í mánuðinum, getur ekki kosið til þings. Fáir af þeim hafa búið hér nógu lengi til þess að geta kosið til sveitarstjórnar. Þetta náttúrulega, ég meina, ef maður myndi segja við eitthvað 1960 að árið 2020 væri það þannig að helmingurinn af verkalýðunum hefði ekki kosningarétt. Já, fólk því bara alveg gátt. Þú þurftir það í leiðinni að útskýra fyrir fólki alþjóðavæðinguna og það að samfélög hafa verið tætt í sundur og vinnandi fólki hefur bara verið kastað upp í loft og svo lendir það bara einhvers staðar þar sem vinnuna að finna og svo
ljúga frjálslyndir stjórnmálamenn því að okkur og sjálfum sér að þetta sé bara, fólk sé eltast við láglaunastörf út allar trissur vegna þess að það njóti svo mikils frelsis. En já, þetta náttúrulega alveg með ólíkindum og ég hafði satt best að segja ekkert pælt mikið í þessu fyrir en að í kosningabaráttu B-listans í aðdraganda kosninganna í Eflingu þegar mínir erlendu félagar fóru einmitt að segja að þetta væri svona þeirra tækifæri til þess sannarlega að hafa áhrif, til þess sannarlega að taka þátt í kosningum sem að gætu mögulega skilað árangri og búið til öðruvísi svona öðruvísi stemningu og já, hvað getur maður sagt, gefið þeim raunveruleg völd til þess að hafa eitthvað eigið líf og tilveru að segja. Þannig að ég náttúrulega bara gríðarlega hlynnt því af mörgum ástæðum að mínir erlendu félagar og erlend verkafólk hér á landi hafi bara mjög ríkulegan og mikinn aðgang að lýðræðiskerfinu. Þetta fólk sem að leggur sannarlega til samfélagsins mjög verulega en hefur samt ekki aðgang að því að móta það hvernig samfélaginu stýrt og það náttúrulega auðvitað bara algjörlega fráleit staða. Við náttúrulega í Eflingu höfum verið að takast á við það að svona hvað getur við sagt, lýðræðisvæða félagið því að við eins og svo sem margoft hefur komið fram en ég þreytist ekki á að tala við tökum við félagi sem að á þeim stað að þrátt fyrir að meira en helmingur félagsmanna sé af erlendum uppruna hefur lítið sem ekkert gert til þess að gera þessu fólki kleift að taka sannarlega þátt í störfum félagsins. Þannig að við núna erum með stóran hóp sem að starfar á skrifstofunni sem talar ýmsu tungumál og getur þá liðsinnt fólki sem að þangað kemur. Við túlkum alla fundi sem við höldum sem auðvitað bara svona fyrsta skrefið ef þú ætlar að búa til samfélag sem að sannarlega gerir fólki kleift að geta tekið þátt í því þá þarftu að tryggja að fólk geti skilið þær upplýsingar sem verið að miðla og svo framvegis. Þannig að við erum vonandi að leggja okkar á vogarskálarnar í þessu svona stóra og mikilvæga verkefni og erum með þessu líka bara svona hækka standardinn og sýna okkur sjálfum og félögum okkar að þetta hægt sem að vonandi gerir það verkum að aðrir sjá það og að þau sjálf fara þá fram með þá kröfu að annar staðar verði þetta líka gert. Ég veit það ekki, ég hugsa náttúrulega svo oft bara til míns gamla vinnustaðar sem leikskólinn og til svona þess samfélags sem að þar var og þar sá ég náttúrulega með eigin augum eiginlega okkur með einasta degi hvernig einmitt manneskjur mínar, samstagskonur mínar af erlendum uppruna voru að gefa íslensku samfélagi, íslensku lýðræði samfélagi tíma sinn og vinnu með því að vera að túlka og liðsinna með því að vera að kenna og aðstoða fólk sem talaði sama tungumál og þær allt það hvernig kerfið virkaði af því að kerfið sjálft sá ekki sóma sinn í því að gera það. Þannig að ég veit ekki, bara ef einhver hópur á Íslandi á sannarlega ótrúlega mikið inni hjá þessu samfélagi, þá það þessi hópur aðflutts verkafólks sem að ekki aðeins knýr hér áfram hjól atvinnulífsins, heldur bara auðgar samfélagið okkar svo ótrúlega mikið en einmitt einhvern veginn, ég veit það ekki, hefur ekki aðgang að því sem að það á að hafa aðgang að, þannig að maður með því að leggja bara alveg fáránlega mikið á sig. En ég segi bara það sem ég trúi að ég meina við verðum náttúrulega bara sjálf að fara bara að kjósa okkur sjálf. Þú veist, ég þarf að kjósa Þuríði, Þuríður þarf að kjósa mig og svo þurfum við Þuríður að kjósa aðfluttu verkakonuna og þegar þetta fyrir að gerast, þú veist, þegar við fyrir að fá raunveruleg völd og fyrir raunverulega að hafa aðgang að því til dæmis að úthluta fjármunum sveitarfélagana og ríkisins, þú veist, þá skal ég segja bara fullum fetum að ég dýrki lýðræðið og að ég viti fátt betra en það að mæta til þess að kjósa. Þegar ég get kosið Þuríði og aðflutta verkakonu sem að veit hvað það að pínast af íslenskum vinnumarkaði fyrir lágmarkslaun, þá mun ég fagna. Svo halda áfram að búa til svona ímyndaðan mann eða konu þarna 1960 og við myndum segja við hana að árið 2020 það þannig að þegar við fyrir vinnuna og fyrir með börnin okkar á leikskóla,
þar sem þeim þar sem að konur taka við þeim sem gæta þær yfir daginn, en þær hafa ekki kosningarétt. Og þá myndi sá segja 1960 hvað menn eru bara eins og í Suðurríki Bandaríkjanna hérna síðan tíma. En þá skaltu líka þegar þú ferð í þetta tímaferðalag, segðu það líka við þessa manneskju að ekki aðeins sé það svoleiðis að við séum í kerfi þar sem að börnin eru pössuð af konunum sem hafa ekki kosningaréttin, heldur að haldið í allir stattustöðut fram að þetta sé merkilegasta og besta kvenréttindaland sem að nokkur sinni hefur sést. Og þá mun manneskjan kannski verða þeim mun meira sjokkirð og þeim mun meira hissa. Já, þetta náttúrulega bara algjörlega fráleitt og ótrúlegt ástand og svo ég hef 3 sinnum skrifað svona meðmæla bréf með aðfluttum vinkonum mínum þegar þær eru að sækjast eftir ríkisborgararétt og það líka mjög fyndið, þetta svona eins og að skrifa svona afmælisgrein fyrir manneski sem að verða áttræð eða þú veist einhvern svona minningagrein þar sem þú ferði einhvern svona ham og það lýst það dásamlegust og stórkostlegust manneski sem þú hefur nokkru sinni kynst og Íslands samfélag, þú veist, gæti ekki einhvern veginn grætt meira en að fá þessa manneski í sína röð og svona selja manneski sem er kannski búin að vera einmitt í 7-10 ár, búin að þræla sér út, búin að vinna í 2-3 vinnum, búin að halda öllu gangandi, en þegar það kemur að því að hún eigi að fá full réttindi þá þarf að fara í eitthvað svona söluræðuna, svona please viltu taka við þessari konu dásamleg. Hún trúir því sannarlega að þetta muni reddast, allt reddast. Sannarlega. Þuríður, ég ætla að halda áfram í svona tímaflakki og ef það myndum segja við konu sem var að berjast fyrir kosningarétti kvenna, segjum bara 1905, að konu fengi kosningarétti 1915, en svo 1940 þá bara engin kona á þingi og það ekki bara fyrir löngu seinna að svona kvennabarátta nær á flug. Hvað þetta sem að vinna á móti mannréttindum eða það að við getum byggt hér upp mennskar og samfélag. Hvað skýrir þetta? Ég veit að til dæmis marxistar hafa mikið velt þessu fyrir sér. Þeir trúðu því að þegar verkafólki fengi kosningarétt þá myndi það kjósa eftir eigin hagsmunum og hér yrði byggt upp samfélag sem yrði mótað hagsmunum þeirra og menn bara hefði ekki ímyndur til þess að sjá það fyrir sér að það var einhvern veginn að narra fólk til þess að kjósa þegar svona vinnar umverulega gegn hagsmunum sínum og það á sannarlega við, þú getur deilt það með marxistana og verkalýði, en það á sannarlega við konur að þó svo að konur hefði ekki kosningarétt að þá breyttist ekkert og það var eiginlega afturför í kvennabaráttunni árin og eftir. Já, mér finnst alltaf fyndið að þú tala verkamanninn og verkalýðshreyfinguna og þeir fengu að kjósa og svo náttúrulega sagan hafnaverkamennina sem að döbbuðu sig upp í sparifötin og búið að berjast fyrir réttindi þeirra alveg rosalega mikið og þeir döbbuðu sig upp í jakkafötin og fóru upp á kjörta og kusu Sjálfstæðisflokkinn. Það var náttúrulega bara, en ég veit ekki varðandi konur og þetta bíl sem verður þegar það ákvaða að koma fram, vera ekki lengur bak við eldavélina, heldur bara svona að leita að bara rétti til þess að taka þátt í samfélagi, vera ekki bara í því að vera heima, elda ofan í kallinu og krakkana og vinna þar baki brotni, heldur bara ætla þessi stærra hlutverk og meira þó þetta væri vissulega mjög stórt hlutverk að ala upp börn. Að þá veit ég bara, ég hef svo sem ekki sérstaklega mikið velt í fyrir mig hvað gerðist á þessu tímabili, en það er fært löngu eftir þann tíma. En ég vissu, ég langaði samt hins vegar aðeins til þess að snúa þessar tímavél að bara því sem hún sagði áðan Margrét, held ég. Hún var að tala að vera sinn eigin gæfusmiður. Hún var að tala að þetta veri svona, hvernig væri litið til svartra í Bandaríkjunum að þetta væri eiginlega bara þeir væri ekki nógu duglegir og þetta væri sama og við erum að horfa hérna á Íslandi og þetta nákvæmlega sem að maður er alltaf að berjast við að þessi fordómar og það er kannski það sem að ég get tengt við þetta var bara alltaf fordómar hjá fólki og kannski fordómar hjá konunum sjálfum gagnvart konum sem að ákveða að fara fram og einhvern veginn hugsanlega að
ég get ekki skýrt þetta, en allavega eins og ég upplifi í dag þá erum við svo rosalega mikið af kafifordómum og eins og fatlað fólk að það á bara að vera duglegra og ef það getur, sko, að það skuli ekki fara að vinna ef það hefur einhver vinnugetu og það aldrei litið til þess að því ekki sköpuð skilyrði þessum einstaklingum, fatlað fólk ekki sköpuð skilyrði til þess að komast út á vinnumarkaðinn til þess að raunverulega fá launin í vasan sem að það að vinna fyrir, heldur byrjar á því að borga því alltaf inn á vinnumarkaðinn eða borga til ríkisins. Núna er það sko skerðingarnar og fatlað fólk sem í vinnu í dag til dæmis að það getur ekki nýtt sér eða ef það fær hækkanir á launin sín eins og bara kjarasamningsbundnar hækkanir og í hlutastarfi að þá lendir það í þeirri stöðu í dag það þarf að minnka við sig starfshlutfall til þess að fara ekki yfir ákveðin mörk í tekjum. Þannig að það hefur ekki möguleika á að hækka sig og það að vera sem eigin gæðusmiður á Íslandi, þetta alveg brjálæðislega fordómafullt vegna þess að fatlað fólk og örugglega líka bara innflytjendur og fleiri svona jaðarsettir hópar, þeir hafa ekki þessi völd til þess að vera sín eigin gæðusmið, ekkert endilega og eða tækifæri. Þeir bara fá ekki að hafa tækifæri. Það bara passað upp á að tækifærin sé ekki fyrir hendi en það sé samt alltaf hægt að setja ábyrgðina á hópana. Þeir eru ekki nóg duglegir, þeir eru ekki nóg þetta, þeir eru ekki nóg hitt. En leið slegið að hendurnar á fólki þegar reynir að bjarga sér. Kannski þetta hin hliðin á þeirri trú sem haldið á okkur að hinn ríku séu rík fyrir eigin veruleika og ef við trúum því að þá neyðust við til að trúa því að þeir fátæku séu þá fátæk vegna skorts á veruleikum og þau eigið að ekki skilið. Hvað heldur þetta sé? Það bara verið að búa til ákveðna hugmyndafræði og mynd af til dæmis fátæku fólki og fátækt þessa fólki á Íslandi fatlað fólk og það vegna þess að það eitthvað að því. Það bara að svindla kerfinu, það upp á gannísinu það á örorkubótum og ýmislegt fleira að meðan því samt ekki gefin neinn tækifæri til þess að í raun og veru að vera í starfi til dæmis bara tímabundið eða hluta úr degi nema að segja neinn helst að venda vinnustað eða eitthvað álíka og það hendur nú bara alls ekki öllum. Og sakar að svindla á kerfinu þó að við vitum það að það verið rannsóknargerð í Noregi sem sýndi fram á að hina allra ríkustu stinga meðaltali 1/3 af tekjum sínum undan skatti. Og þannig að það væri benti til þess að þetta bara setja skattrannsóknarstjórann á bara alla sem hafa aukast. Þar væri raunverulega mestu líkurnar á því að það verði framin undanskott. En þessi stað eru einhverju svona hnappar og fleira á heimasíðu Tryggingastofnunar til þess að fylgjast með allra fátækustu. Nákvæmlega, það eru þessar eftirlitsstofnanir sem að í staðins að vera leiðbeinandi, upplýsandi, kannski pínu umvefjandi og passa upp á að fólk njóti réttinda sinna, þá eru viðhorfið gagnvart þessu viðskiptavinum stofnunarinnar með þeim hætti að það sé alltaf verið að passa upp á það sem pottet það sé ekki verið að svindla. Þannig tekið á móti fólki og þannig þetta aldrei afgreitt. Og það yfirleitt ekki upplýsingar réttindi sín eða það allavega mjög takmörkuðum háð og síðan fólki bent á að fara inn á mínar síður og þar getið að skoðað og veltst í þessu brjálæðislega flókna apparati sem þetta kerfi þarna hjá þér en í staðins að það gerir sig grein fyrir því að viðskiptavinur stofnunarinnar kannski einstaklingur sem hefur fengið heilablóðfall, kannski þroskahamlaður, kannski með alvarlegan geðsjúkdóm, að það þarf að upplýsa og þeir þurfa að vera með taka utan einstaklingin og upplýsa frá fyrstu hendi bara ef ekki hans sjálfan þá hans nánasta hann sem hann velur sem sína aðstoð. Þannig að það vantar gjörsamlega að fólk hafi einhvern sem þegar þú lendir í einhverju að þú fáir
að vita hvaða réttindi þú átt að njóta og að því sé fylgt eftir að þú njótir þeirra. Sólveig Anna, þú ætlar að skjóta inn einhverju varðandi erlendu konurnar? Já, ég bara myndi alltaf eftir því þegar ég fór að hugsa þetta, þær sem svona einhvern veginn manneskjur sem að leggja svo geðveikslega mikið til samfélagsins en eru samt ekki með nein lýðræðisleg réttindi og hversu algjörlega sjúkt og viðbjóðslegt það að í morgun í fréttablaðinu þá einhver svona kálfur, eitthvað svona bleikt blað í tilefni dagsins, ég veit ekki hvort ég skoði þetta, ég veit að sumir hér hleypa þessu blaði ekki lengur inn á heimili sitt en ég fæ einhverja ég eitthvað pervers og nýt þess mjög að fletta í gegnum þetta hverjum einasta degi. En í það minnst að þetta ótrúlegt. Þarna sem sagt þrifafyrirtæki eða restingafyrirtæki dagar með svona væntanlega keypta umfjöllun þar sem að því lýst eins fjálglega og hægt að hugsa sér hversu dásamlegur vinnustaður þetta Þannig að þarna sé nú jafnlaunavottun og stærstu meirihluti starfsmanna séu konur og þarna sé allt dásamlegt og frábært. Og það ekki minnst einmitt. Einu orði á þetta eru aðfluttar láglaunakonur sem vinna erfiðustu vinnuna sem hægt að hugsa sér. Ég meina, þú veist, ég hef alveg prófað þegar ég var sem blönkust, þá tók ég stundum að mér að þrífa í leikskólanum af því að fyrir það fekk ég einhverja smá þúsundkallaði viðbót og þetta bara sú vinna sem að auðvitað allir sem hafa þrifið heim hjá sér vita er svo erfiðasta. Þær eru sendar út allar trissur, þær fara á skriljón staði. Það engin leið til dæmis fyrir okkur að kjósa trúnaðarmannarna þó við séum með fjölda félagsmanna vegna þess að það bara mjög erfitt að fá aðgengi að þeim og þetta fyrirtæki hefur svo sannarlega ekki aðstoðað okkur í því og þetta gamla ISS, þú veist IS sem síðast þegar ég vissi í eignum valdamestu auðvaldsættar Íslands og þarna hefur þetta fyrirtæki tækifæri til þess að koma og bara kaupa sér eitthvað svona pinkwashing í tilefni þessa dags og hefur tækifæri til þess einhvern veginn að skreyta sig stolnum vinnustundum þessara kvenna sem að fá ekkert í staðinn og eru held ég sé að fara rétt með, eru þú veist í launaflokki samkvæmt samningum Eflingar við Samtök atvinnulífsins, þú veist það eru basic mánaðarlaunin eitthvað svona 313.000. Ég meina í alvöru talað, þú veist, þetta náttúrulega þannig að svona partur af mér náttúrulega bara hlær og svo hinn parturinn af mér bara grætur. Þú veist, þetta óbærilegt og þetta náttúrulega þessi staður sem við erum komin á. Allt bara orðin söluvara, allt bara commodified, líka það sem að formæður okkar börðust fyrir, einmitt og við skulum ekki ímynda okkur það hafi verið einhver svona almennur konsensus það að þetta yrði að gerast. Þetta voru radikalar og baráttufólk, konur sem að börðust bara upp á líf og dauða fyrir því að kosningarétturinn yrði sannarlega þeirra og þá okkar og nú þetta bara orðið þannig. Þetta gengur einhvern veginn bara svona kaupum og sölum sem eitthvað svona ég veit ekki, einhver gríma eða einhver farði sem hægt að skella á sig í tilefni dagsins svo svo að valdamesta auðvald Íslands geti haldið áfram að græða en einhvern veginn bak við eitthvað Potemkin tjald kvenréttinda. Þvílík skömm. Margrét, mér langar að enda í Ameríku með þér, þess að við byrjuðum. Ég píndi Þuríði Hörpu til þess að reyna að svara því hvað var þess valdandi að loksins þegar konur fengu kosningaréttin að þá eiginlega kemur svona hóla í kvennabaráttunni eftir. Það 30 ára bara þá undan og svo kemur svona eins og hóla. Og það ekki fyrir bara kynslóð eftir og tveimur kynslóðum eftir sem að kvennabaráttan rís aftur í svona, fyrri kraft og hæðir. Sambarlegt gerist raunverulega með svarti Bandaríkjunum að þrælarnir vinna stríðið en tapa friðnum. Og þá kemur inn heimspekilega þegar við erum baráttufólk alltaf að hugsa hvernig hægt að bæði vinna sigrinum og aldanum. Hvað veldur þegar svona, þetta náttúrulega eina tveimur glæsilegustu hreyfingum 19. aldar, baráttan fyrir kosningarétti kvenna og gegn þrælahaldi, að þær eru eiginlega daufar fyrir hluta síðustu aldar eða svona eftir 1920. Já, einmitt. Ég held að það að búa í samfélagi þar sem þú ert jaðarhópur eða þess að þú hefur ekki sömu réttindi og aðrir, hefur áhrif á sjálfsmynd. Það hefur áhrif á hvaða væntingar þú berð til
þín og annara í þinni stöðu, þín og annara kvenna. Þú trúir auðvitað þessum hugmyndum sem eru ríkjandi í samfélaginu að þú sért á einhvern hátt ekki í sömu stöðu og eiginmaður þinn eða bróðir þinn eða og sko bara rannsókn eftir rannsókn sýnir að hugmyndir okkur sjálf sem við fáum úr samfélaginu sem við ölumst upp í hafa gríðarleg áhrif á bara allt sem við gerum. Ég held að þetta sé hluti af því, hvort sem þetta á við konur eða aðra minni hlutahópa. Ef þú trúir þetta, já. Og það sé kannski þá sé það áríðandi fyrir hérna kúuðu hópa í dag að raunverulega byggja upp sterka sjálfsmynd stöðu sína, gera sér grein fyrir því að við erum kannski að lifa meira og minna inn í veröld hinna kúari sem eru sífellt að segja okkur hverju við erum, að það sé þessi uppbygging sjálfsmyndar, uppbygging stéttarvitundar, uppbyggingar vitundar að þú tilheyrir kúuðum hópi sé lykillinn að þið geta haldið þeim litlu sigrum sem að þú nærð. Alveg hreint, já. Er það frábært? Þetta skulum við hafa bara sem erindið inn í helgina. Það er ákaflega fróðlegt að fá að sitja hérna og ræða við ykkur. Sólveig Anna Jónsdóttir, Margrét Valdimarsdóttir og Sigríður Harpa Sigurðardóttir. Takk ykkur kærlega fyrir. Það er mikil forréttindi fyrir mig að fá að sitja hérna. Ég kalla til fólk hérna á hverjum degi og spjalla við það þessa áhæfnu tíma sem við erum að lifa og ég bara sitt hér og læri og punta niður. Get búið mér til minn eigin háskóla og því sem að hlustið getur fengið að sitja þá fyrirlestra hjá þessum góðu gestum sem að hinga komið. Við höldum áfram þessum samtali á mánudaginn klukkan 8, þá er rauðuborðið hér áfram. Ég hvet fólk til þess að kíkja inn á síður samstöðarinnar bæði á YouTube og á Facebook, þar sem eru bæði þessi þættir og líka Hinn Reykjavík og Öryrkjaráðið sem voru bæði mótsetningar í dag, frábæra þætti og svo minn ég á það að það er líka hægt að nálgast rauðaborðið í podcast öllum sem að helstu veitum þar. Takk ykkur fyrir í kvöld og góða helgi.